Valur tók á móti KR á Hlíðarenda í Pepsi Max-deildinni á laugardag. Valsmönnum tókst ekki að tryggja sér sigur og eru því dottnir niður í 5. sæti deildarinnar. Við náðum tali af fyrirliða Vals eftir leikinn. Jæja Vignir, þið áttu flottan fyrri hálfleik en svo fenguðu okkur mark í seinni hálfleik. Já, það eru náttúrulega bara mörkin sem telja og þeir skoruðu bara fleiri mörk í dag, því miður. Einmitt, hvað fór úrskeiðis í dag? Það er erfitt að segja, sko. Við náttúrulega skoruðum færri mörk. Einmitt, hefðirðu viljað skora fleiri mörk? Já, algjörlega. Hvað hefðirðu viljað skora mörk? Sko, þeir skoruðu 1 mark, svo ég hefði verið til að skora 2 eða fleiri. Takk fyrir þetta, Eyrún. Sara, ef við förum aðeins yfir leik Valsmanna, hvað var það sem klikkaði? Já, Valsmenn voru búin að stilla sínu liði upp hér og hér er markið þeirra og sem fór úrskeiðis er að KR-ingarnir náðu að skora í markið þeirra. Akkurat. Hefðu Valsmennirnir getað gert eitthvað öðruvísi? Já, þeir hefðu getað komið í veg fyrir að KR-ingarnir skoruðu mark. Akkurat. Takk fyrir þetta, Sara. En þjálfari KR er komin hingað í settið til okkar. Til hamingju með sigurinn. Já, takk. Segðu mér, hvernig fóruð það í að vinna þennan leik? Við skoruðum mark. Það er nefnilega það. En Sara er komin með álitsgjafana til okkar. Velkomin. Takk. Hvernig fannst ykkur leikurinn? KR unnu leikinn og þeir skoruðu mark. Einmitt, leikmaður KR færði fótinn í áttina að boltanum sem hreyfðist og hann lenti í markinu og þá voru þeir búnir að skora mark. Einmitt. Hefur þú einhverju við þetta að bæta? Já, að mínum mati skoruðu KR-ingarnir 1 mark. Hápunktur leiksins að ykkar mati? Markið. Markið. Fallegt mark. Mark. Við ætlum að taka stutt auglýsingahlé en svo komum við aftur og tölum þetta í 45 mínútur í viðbót.